Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Feliz sábado, queridos amigos. Við skulum hefja þessa stund með bæn. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það að geta komið hér saman. Ég vil leggja þessa stund í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Skulum börja því að syngja salmi nummer 67. Vårt heim á Herran Guð. Vamos a cantar himno número 67. Og svo skulum við syngja nummer 4a, Jesus mér, himno nummer 4a.
Skulum lesa saman í Dómarabókinni 6, 11-16. Vamos a leer en Jueces 6, 11 al 16. We're going to read from Judges 6, 11-16. Skulum stíga á fætur. Það er 6, 11-16. Dómarabókin. Þá kom engill drottins og settist undir eikina í Ofra, átti Jóas Abíes ríti, en Gídeon sonur hans var að þreskja hveiti í vínþröng til þess að forða því undan Mídían. Og engill drottins birtist honum og sagði við hann: Drottin er með þér, hrausta hetja. Þá sagði Gídeon við hann: Æ, herra minn, ef drottin er með oss, hví hefur þá allt þetta oss að hendi borið? Og hvar eru öll dásemdaverk hans, þau feður voru hafa skýrt oss frá, segjandi: Já, drottin leiddi oss út af Egyptalandi, en nú hefur drottin hafnað oss og gefið oss í hendur Mídíans. Þá sneri drottin sér til hans og mælti: Far af stað í þessum styrkleika þínum, og þú munt frelsa Ísrael úr höndum Mídíans. Það er ég sem sendi þig. Gídeon svaraði honum: Æ, herra, hvernig á ég að frelsa Ísrael? Sjá, minn ættleikur er aumasti ættleikurinn í Manase, og ég er lítilmótlegastur í minni ætt. Þá sagði drottin við hann: Ég mun vera með þér, og þú munt sigra Mídíanita, sem einn maður væri. Við skulum biðja. Drottin minn, ég þakka þér fyrir þennan dásamda dag sem þú hefur gefið okkur. Ég þakka þér fyrir sólina og góða veðrið og sumarið, að allt er vaknað til lífs eftir veturinn, sem að minnir á það að þú munt vekja okkur öll upp úr gröfunum á efsta degi og gefa okkur eilíft líf. Ég vil þakka þér fyrir Jesú Krist sem dó fyrir okkur, sem var tilbúin til þess að gefa allt fyrir okkur. Vilt þú hjálpa okkur að gefa allt fyrir þig? Hjálpaðu okkur að starfa með þér og stíga í þín fótspor. Viltu blessa alla þá sem hafa ekki komist hér í dag en hefðu svo gjarnan viljað. Viltu vera með þeim sem eru einmana, sorgmæddir, sjúkir. Viltu hjálpa okkur að vera blessun fyrir fólk sem í slíkri stöðu. Viltu gera okkur að ljósi í þessum heimi. Ég bið fyrir ræðumanninum, megðu tala til okkar með þínum heilaga anda. Í Jesú nafni, amen. Þá er það salmanúmer 223. Vamos a cantar himno número 223. Amen.
Safnaðarsjóðs. Vamos a dar la ofrenda y esto va para este edificio, para el mantenimiento. Amen. Við skulum biðja. Drottinn, við þökkum þér fyrir alla þína góðu gjafir og vilt þú blessa þessar gjafir og margfalda og gefa þær megi verða þínu starfi til blessunar. Í Jesú nafni. Amen. Þá komið að barnasálminum. Ahora niños, vamos a cantar el himno de ustedes. 179. Bueno, niños, vengan, cómete, krakkar. All children, welcome. Góðan daginn, krakkar. Sara, ég ekki í góðu skapi, en allt í lagi. Í morgun langar mig svona aðeins að deila með ykkur eitt sem gerðist einu sinni.
Quiero compartirles algo que me pasó una vez. This happened to me some time ago. I want to share it with you. Já, ok, það verður þá gott, já. Einu sinni vandar mig vinnu. Ég var Una vez- atvinnulaus. Una vez estaba yo sin trabajo, desempleada. Og hvað gerði ég? ¿Qué Ég fann eina vefsíðu sem heitir alfred.is. Busqué una página en el web que se llamaba Alfred. Og þarna stendur fullt af svona, sem sagt, vinnum í boði. Y ahí había un montón de trabajo donde estaban ofreciendo. Svo fann ég eina svona auglýsingu sem voru að auglýsa eftir mannesku og mér fannst þessi auglýsing var svona eitthvað fyrir mig. Y luego vi un anuncio que estaban buscando a alguien y yo sentía que eso era para mí. Svo ég bara las sem sagt hvað vantaði til að fá þessa vinnu. Entonces leí qué es lo que hacía falta para que me dieran ese trabajo. Þarna stóð að manneskjan þarf að vera stundvís, Dice, la persona tiene que estar siempre a tiempo, góð í samskiptum, tener buena comunicación, bara stundvís, jákvæð, positiva, með stúdentspróf eða sambærilegan menntun. con estudio de la preparatoria o algo parecido. En launin myndi sko vera greitt sem sagt samkvæmt svona kjarasamningi. Y el salario sería según el contrato que el sindicato hacía. Svo ég var bara að hugsa, já, herði, ég ætla að sækja og sjá hvað gerist þá. Entonces tomé la decisión de aplicar y a ver qué pasaba. En vitið þið hvað krakkar og líka fullorðin Pero krakkar, saben niños y ustedes adultos, Guð, hann að auglýsa eftir fólk að vinna fyrir hann á hverjum einasta degi hér. Dios está anunciando también por gente para que vayan a trabajar y el anuncio está en la Biblia. Vitið þið, já, takk. Því ég ætlaði að spyrja, vitið þið hvað þetta er? ¿Saben qué libro es ese? Þarna hann að auglýsa dag eftir dag fyrir fólk að vinna fyrir hann. Ahí él está anunciando día tras día por gente para que vayan a trabajar para él. Eina skilyrði sem hann hefur í auglýsingunni sinni, eitt skilyrði. Él tiene nada más un requerimiento en su anuncio. Sem sagt, að koma til hans og sækja bara eins og við erum stödd í dag. Venir a él y aplicar así tal y como somos. Já. Og sem sagt, það sem við fáum í laun Y el salario que vamos a recibir svona nýtt hjartað, un corazón nuevo, umönnun, amor, ég skrifaði hér hvað meira, margar blessarnir muchas bendiciones og nýja jörð y una tierra nueva, þar sem við ætlum að búa með honum þegar Jesús kemur að sækja okkur aftur. donde vamos a vivir junto con él cuando Jesús viene por nosotros. Hljómar ekki vel? ¿Suena bien? Hver vill sækja hjá Guði sem sagt til að starfa fyrir hann? Entonces, ¿quién quiere aplicar para trabajar para Dios? Og viti hvað, eitt í viðbót áður en ég klára, Y una cosa más antes de que acabe, allt þetta fólk sem skráð í Biblíunni búið að sækja að vinna fyrir Guð, þess vegna eru þau í Biblíunni. toda esa gente que están en la Biblia ya aplicaron para el trabajo, por eso están en la Biblia. Getið þið nefnt kannski eitt nafn sem þið munni úr Biblíunni hver var að starfa fyrir Guð? ¿Se acuerdan de alguien que trabajaba para Dios en la Biblia? Já, Salome. Noa, Noé svo líka Móse y Moisés, og Abraham. Abraham. Og jafnvel konur voru að starfa fyrir Guð. También había mujeres que trabajaban para el Señor. Getið þið sagt mér eitt nafn? ¿Se acuerdan de algún nombre?
Einhver? María, Rut, María, Ester. Ruth, Ester. Og viti hvað? Jafnvel börnin sóttu vinnu fyrir Guð. Y saben, hasta los niños se aplicaban para trabajar para Dios. Og hann hétt Samuel. Y había un muchacho que se Ya, llamaba Anwar. Samuel. Hann var mjög ungur þegar hann byrjaði að starfa fyrir Guð. Él era muy joven cuando empezó a trabajar para Dios. Svo ég hveti ykkur alla hér Entonces, yo les suplico til að sækja que vayan a aplicar. og þið bara sjáu hvað gerist þá. Y ya verán qué es lo que va a pasar. Takk. Gracias. Yo creo que ya está. Buenos días Góðan daginn. y feliz sábado. Gleðilega hvíldardag. ¿Cómo están? Hvernig hafið þið það? Bien. Gott. Uy, ya lo apagué. Ah, sí. Gracias, hija. No, gracias. Bueno, qué gusto verlos Gaman að sjá ykkur. y tener la oportunidad de compartir otra vez con ustedes. Og þakkláttur fyrir þetta tækifæri að fá að tala til ykkar aftur. ¿Tuvieron una buena semana? Áttu þið góða viku? Amén, qué bueno. Yo también. Ocupada, pero buena. Gott. Ég var mjög upptekinn en það var góð vika. Todos se acuerdan del modo avión. ¿Quién está en modo avión ya? Hverjir eru með þetta búið að setja á flight mode? No solo su teléfono, pero ustedes. Ekki bara síman heldur sjálfan sig. ¿Están en modo avión? Eru þið ekki öll komin á þennan stað? Amén. Amen. Vamos a orar antes de empezar, Við skulum como biðja. siempre. Við skulum biðja áður en við byrjum. Y les pido que ustedes oren por mí Bið ykkur um að biðja fyrir mér. y para que podamos tener un bonito momento. Svo við getum átt góða stund saman. Me voy a hincar yo aquí y ustedes oren ahí. ¿Ok? Já, ég ætla að fara á hnén og biðja. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día, por este sábado. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þennan dag og fyrir hvíldardaginn. Y en este momento quisiera pedirte especialmente por los próximos minutos que vamos a estar aquí compartiendo tu palabra. Biðjum fyrir að þú sett með okkur hérna þegar ég deili með öðrum þínu orði. Te pido que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros Megi þín heilagi andi vera hér með okkur y que podamos llegar a entenderte y conocerte un poquito mejor. og við getum náð að kynast þér betur. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ég bið fyrir því í Jesú nafni. Amen. Amén. Bueno, han oído hablar de los 300. Hafið þið heyrt þessa 300? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le suena familiar los 300? Hljómar þetta kunnulega fyrir eitthvað hérna? ¿Mande? Leónidas, sí, los 300 espartanos, ¿no? Es lo que me imaginé que les iba a venir a la mente. Ég hugsaði að þetta myndi koma upp í huga ykkur, ég veit ekkert hvað þetta er. ¿No? ¿Qué es eso? Los 300, no vamos a hablar de estos 300, Við ætlum ekki að tala þessa 300, pero es una película es una película de la batalla de los espartanos, Þetta bíómynd baráttu Spartverja que eran aproximadamente 300, sem voru það bil 300 að tölu. pero eran mucho más que esos, eran 300 de la zona de lo que se llama el estado en aquel tiempo de Esparta, pero En había mucho más de otros lugares de Grecia. það voru miklu fleiri en þeir voru 300 frá þessu héraði. Pero este era, por decir, un batallón de los espartanos, En þetta var einn af þessum herfylkingum Spartverja. más los otros batallones de lo que era Grecia, Plus þeir aðrar herfylkingar sem að komu frá Grikklandi
Y a fin de cuentas lograron detener a los persas por un tiempo, pero finalmente cayeron. Svo að einhverjum punkti þá náðu þeir að halda aftur af Persanum. Pero se hizo muy famoso y los 300 espartanos. En svo töpuðu þeir fyrir þeim á lokum, en þeir hafa orðið mjög frægir þessir 300 Spartverjar. Pero hoy vamos a hablar de otros 300. En í dag ætlum við að tala aðra 300. De 300, estos eran realmente 300. En þessir í raun og veru voru bara 300. Y vamos a ver cómo llegar 300. el tipo de persona que quiere formar el Señor. Og hvernig personur Guð vill móta. Y vamos a leer, ya leímos un poquito, vamos a leer del libro de Jueces, de los capítulos 6 y 7. Já, við ætlum aðeins að fara, við erum búin að lesa daldi upp úr Dómarabókinni og við förum í 7. kaplan og 7. 6 y 7, sí. ¿Y han leído el libro de Jueces? Hefur einhver lesið Dómarabókina? Yo creo que es uno de esos libros que no se leen mucho, tal vez. Það eru kannski ekki margir búin að lesa hana. Pero es muy interesante, Hún er mjög áhugaverð. porque nos habla de un pueblo israelita que se levanta y cae, se acerca a Dios, se aleja de Dios, se acerca a Dios, se aleja de Dios. Þarna er verið að tala þjóðina, Ísraelsmenn, sem eru að rísa á fætur og falla svo aftur og rísa og falla og rísa og falla. Y se acercan a Dios y obviamente reciben las bendiciones que eso conlleva. Og þeir nálgast Guð og sjá hvaða afleiðingu það hefur. Se alejan de Dios y cae. Og þeir fjarlægjast Guð og falla frá. Y si leen el libro se van a dar cuenta que es más o menos la historia de un clan, de una tribu, tratando de ser nación. Og ef þið lesið bókina og sjáu að þetta er bara þjóðarinn að vera þjóð. Ahora, cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, Þegar að Ísraelsmenn fóru inn í fyrirheitnarlandið, ya había otros pueblos viviendo ahí. þá voru þar fyrir aðrar þjóðir. Entre ellos los medianitas, Þarna voru medianitas, ég veit ekki alveg hvernig á að segja það á íslensku. Medianites. Já, og Mídan. Los medianitas estaban Mídian, já. Midians, estaban los pereceos, los eteos, jebuseos. Já, Herisítar og Mídianitar, Amalekítar. Bueno, habían otros pueblos ya ahí. Þarna voru fullt af öðrum þjóðflokkum. Y conforme los jueces, los israelitas se apartaban de Dios, pues eran controlados y oprimidos por los pueblos que ya estaban ahí. Og þegar að fólki fjarlægist Guð, þá komu þessi þjóðflokkar og höfðu yfirhöndina. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en los medianitas. En núna ætlum við aðeins að einblína á Mídian. Los medianitas pues se traían asoleados a los israelitas por 7 años, nos dice la historia. Mídian var búin að herja á Ísraelsmenn í 7 ár. Y lo que pasa es que llegaban, les quitaban todo, su cosecha, sus bienes, y se iban y regresaban, les quitaban y se iban. Þeir komu og rændu og ripluðu og fóru svo í burtu, komu svo aftur, rændu og ripluðu og fóru svo aftur. Y estaban en una situación de empobrecimiento, los traían asoleados. Þannig að þeir lifðu við fátækt Ísraelsmenninni. Y es ahí donde viene la historia. Og þarna byrjar sagan. Vamos a leer, yo voy a leer Ég ætla að lesa. en español y para que sea más rápido, aquí está en islandés. Já, þá er þetta hérna líka á íslensku. Jueces 11. Þetta er alltaf lítið, es muy pequeño. ¿Sí ven? No creo. ¿Sí lo ven los que saben leer? Los que saben leer, los que saben islandés. Þið sem að tala íslensku, sjáu þetta.
Getið þið lesið þetta, þeir sem eru aftast? Yes, ok. Kynntir svona, Yo lo voy a leer en español y dice, y vino, ya les expliqué qué es lo que está pasando, y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está, que es lo que leyó ella. Entonces, viene el ángel de Jehová, se presenta ante Gideón, já, engil drottins kemur þarna og hittir Gídeon. y vamos a poner un poquito de atención especial en los versículos 14 y 16. Við skulum einblína á vers 14 til 16. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces, el 15, le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Menases y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo seré contigo y herirás a los medianitas como a un solo hombre. Já, þannig var verið að lesa á 14. til 16. versi. Hay algo muy interesante que me gustaría que notáramos. Það er eitt athyglisvert hér sem að við þurfum að einblína á. Número 1, si leemos el Señor, sabemos que es Jesucristo, Við vitum að þarna er Jesús að tala. le dice, Hann segir, ve por tu fuerza y déjenme decirles exactamente cómo dice, con tu fortaleza y salvarás a Israel. Dónde segir svo? Já, El 14. far af stað í þessum styrkleika þínum og þú munt frelsa Ísrael. La reacción de Gideón es muy interesante, En það er athyglisvert hvernig Gídeon bregst við. porque lejos de decir, órale, yo voy, Í staðin fyrir að segja já, að sjálfsögðu, ég mun fara. hay dos cosas. Posiblemente se espantó. Það geti verið tvennt, það geti hafa orðið óttaslegin. Y número 2, la humildad de Gideón le dice, pero, o sea, Jehová le dice, ve por tu fuerza. Og í auðmýkt sinni líka geti verið að því að Guð sagði farðu í styrk þínum. Y Gideón, no sé, Gedeón, pues probablemente pudo haber dicho, órale, ¿no? Ahí voy. Og Gídeon hefði getað bara hnyklað vöðvan og sagt já, á sjálfsögðu fer ég af stað. Sin embargo, le dice, pues yo vengo de una familia muy humilde, Hún segir, nei, ég kem frá rosalega ómerkilegri fjölskyldu. soy muy joven, Ég er mjög ungur. y es cuando el Señor le dice, ok, pero yo voy a ir contigo. Og þá segir drottin við hann, ég mun vera með þér. De alguna manera, el Señor lo estaba probando. Drottin var í raunin að setja fyrir hann prófraun. Le dice, ve por tus fuerzas, y le dice, yo por mis fuerzas no puedo, Señor. En þá hann segir, farðu í styrkleika þínum og hann svarar, ég hef ekki neitt styrkleika. Pero con la promesa de que Él iba a ir con él, En með þessu las loforði cosas cambian. að hann ætlaði að vera með honum, að þá breytist allt. Y es interesante porque si seguimos leyendo, Að það er athyglisvert því por að ejemplo, ef við höldum áfram að lesa, ciertamente yo seré contigo, le dice Jehová. Y del versículo 17 en adelante, Gedeón le dice, bueno, aguántame tantito, no te vayas. le dice. ég mun vera með þér, sagði drottin, en svo í 17. versi og áfram, þá segir Gídeon, bíddu aðeins. Si realmente estoy hablando con el Señor, Að ef að ég er virkilega að tala við drottin sjálfan, déjame ir, voy a traer una ofrenda leið mér að fara og gefa fórn y quiero que le prendas fuego. og ég vil að þú kveikir í fórninni. Y se va corriendo Gedeón, regresa y Oh. efectivamente el Señor
toca con su vara y ¡pum!, consume la ofrenda de Gedeón. Og hann fer með fórnina og drottinn kveikir í fórninni fyrir hann. Y Gedeón reconoce que está hablando con el Señor, dice, estoy hablando con el ángel del Señor cara a cara. Og þá uppgötvaði Gideon að hann var að tala við drottinn augliti til auglitis. Pero después de eso le dice, pero espérame tantito, si leemos los versículos, y les recomiendo que lo lean porque es muy interesante. Og svo ef við lesum áfram, ég mæli með því að þið lesið þetta. Los versículos 36 al 40. Ef við förum í 37. til 40. vers. ¿Alguna vez han oído la historia? Le dice, pero espérame tantito. Necesito otra pruebita. Ég þarf að fá annað sönnunargagn fyrir þessu, segir Gideon. Voy a poner un trapito Ég ætla að setja ullarreifi y en la mañana quiero que amanezca mojado el trapito, pero á morgunni vil ég að reifið sé blautt un trapito afuera y todo seco alrededor. en að allt sé þurrt í kring. Y tal cual. Og það gerðist. El Señor le da la prueba y el trapito amanece mojado y todo seco alrededor. Y ¿cuántos de ustedes a veces necesitan que Dios les pruebe, les muestre que realmente? ¿Cuántos de ustedes a veces Dios nos está diciendo que hagamos algo, nos está pidiendo algo y decimos, será, oye, pero Hversu mörg ykkar muéstramelo, hafi fundið fyrir dame una því prueba? að Guð að segja ykkur eitthvað, en þið þurfu að fá eitthvað sönnunargagn fyrir því að Guð sé að tala til ykkar. ¿Verdad? Y a veces sabemos que realmente el Señor nos lo está pidiendo, pero Og stundum vitum við að Guð að segja ykkur eitthvað, en pasa eso y le dice, ahora, espérame tantito, Señor, við segjum að býtu aðeins. necesito otra pruebita. Ég þarf að fá annað sönnunargagn. Ahora, si pudieras, quiero poner el trapito y que el trapito amanezca seco y mojado todo alrededor. Og svo segir hann, en býtu aðeins. Ég vil fá að sjá reifið þurrt og allt blautt í kring. Y a la mañana siguiente, el trapito está seco y mojado todo alrededor. Og svo morgunin þá ullarreifið þurrt og allt blautt í kring. ¿Está bien pedirle pruebas al Señor? Það í lagi að gera svona við drottinn? Está bien siempre y cuando nuestro deseo sea el de obedecer. Það allt í lagi ef við höfum þrá að þjóna honum og hlýða honum. Porque muchas veces, si yo supongo que algunos se van a identificar conmigo, Því að mörg okkar, þið munu kannski hugsa svipaðan hátt og ég, queremos pruebas para evitar hacer lo que nos está pidiendo el Señor. stundum viljum við fá sönnunargögn til að koma í veg fyrir að gera það sem að Guð að komast hjá því að gera það sem Guð að biðja okkur No sé si se diga en sus países, pero en México se dice, me acuerdo mi mamá decía, Stundum sagt málshætti frá mínu landi. estás buscando trabajo rogando a Dios no encontrar. Þú No sé si digan así en sus países. Þú ert að leita vinnu og ert á bæn að biðja Guð að þú finnur enga vinnu. Y esa es una forma incorrecta de pedirle pruebas al Señor, pero el Señor quiere mostrarnos que Él está con nosotros. Og það náttúrulega ekki rétt leið að fá leiðbeiningar frá Guði. Finalmente, Hann vill leiðbeina okkur. Finalmente el Señor decide, Gedeón está convencido Að lokum þá Gideon alveg fullviss. y dice, vamos pues, ¿no? Og hann segir af stað. ¿Qué más pruebas puedo pedir? Ég geti varla beðið fleiri vísbendingar. Y vamos ahora al capítulo 7. Svo við förum Estoy tratando de ir rapidito para no tenerlos aquí como la vez pasada. Ég ætla að reyna að fara hratt yfir svo við verðum ekki eins lengi á síðast. Við erum komin yfir í kafla 7. Y en el capítulo 7, Og í kafla 7, aquí lo pongo en islandés, hérna þetta á íslensku, empezamos en el versículo 2. þetta á spænsku. Sí, aquí está en islandés. Oh, está en español, perdón. Á spænsku. Ahorita lo va a tener que leer Linda. En el capítulo 7, Í kafla 7, después de que el Señor se le presenta a Gedeón, le dice, ve,
tú vas a liberar a Israel, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Eftir að Guð segir, far þú og frelsa Ísrael, ég mun vera með þér. Gedeón dice, bueno, pero pues necesito una prueba y otra y otra. Og Gideon biður sönnunargögn eitt eftir öðru. Finalmente se convence y está dispuesto, listo. Og svo hann allt í einu alveg sannfærður og tilbúinn. Y esto es un poquito hasta un poquito gracioso. Þetta dálítið skondið. Leemos en el versículo 2 del capítulo 7. Við förum í annað versið í 7. kafla. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo te entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha liberado. Drottinn sagði við Gideon, liðið of margt sem með þér til þess að ég vilji gefa Mídían í hendur þeirra. Ella kynni Ísraels að hrókast upp gegn mér og segja, mín eigin hönd hefur frelsað mig. Uy, finalmente está listo para ir y el Señor le dice, órale, vamos, pero son muchos. Loksins þið tilbúin að fara og Guð segir, þið eru of margir. Estamos hablando que eran 32,000 hombres que tenía Gedeón. Þetta voru 32,000 manns. Para enfrentar un ejército que la mayoría de los historiadores piensa que era entre unos 400 y 500,000 de los medianitas. Til að hitta Mídíanita sem voru það bil 400 til 500,000 telja sagnfræðingar að hafa verið. Ya de por sí 32,000 para enfrentar a 500,000 es muy poquito. 32,000 á móti 500,000, það mjög mikið. Y es muy poquito, Það náttúrulega mjög mikill minni hluti með það imposible prácticamente. Í rauninni ómögulegt. Ya de por sí está difícil y el Señor le dice, ¿sabes qué? Son muchos los que tienes. En Drottinn segir þetta allt og margir. Ah, caray, Nú, está difícil, ¿no? þetta erfitt. Versículo 3. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron y se quedaron 10,000. Kalla því nú í eyru fólksins og seg, hver sá sem hræddur og hugdeigur snúi við og fari aftur frá Gilead fjalli. Þá sneru aftur 22,000 af liðinu en 10,000 urðu eftir. Híjole. Le quedaron 10,000. Nú eru bara 10,000 eftir. De los 32,000 para enfrentar a medio millón, Af 32,000 sem áttu að mæta 500,000 manna. le quedaron 10,000. Los 22,000 que se fueron, ¿quiénes eran? Los 22,000 que se fueron, Hverju voru þetta sem voru 22,000? ¿quiénes eran? Que nos dice el texto. Hvað segir Biblían að þeir voru? Los que tenían miedo. Það voru þeir sem voru hræddir. Entonces le dice, los que tengan miedo, que se vayan. Þeir sem eru hræddir, vinsalegast yfirgefið svæðið. A mí me llamó mucho la atención esta parte porque Þetta kallaði athygli mína. independientemente de lo que piensen la posición que tengan al respecto, Vegna þess alveg sama hvernig maður horfir á þetta. sí, sabemos que hay una guerra en el este de Europa Við vitum að það stríð í Austur-Evrópu y tenemos una amistad muy cercana Við eigum vinkonu sem þaðan, que es de Ucrania. sem frá Úkraínu en býr hérna. Y sí se dan cuenta que este es el Señor que está con ellos, que está a cargo de esto y les dice, ¿tienes miedo? En þetta Drottinn, Drottinn sem segir þeim, ef að þú hræddur, yfirgefðu svæðið. El Señor no dice, ¿tienes miedo? Destrúyeme a los que tienen miedo, deshazte de ellos. No, ¿te quieres ir? Vete. Sagði hann að það ætti að eyða þeim sem voru hræddir? Nei, hann sagði þeim bara farið. Muy contrario a la triste situación que está pasando en estos países donde Alveg öfugt við það sem að gerast í Úkraínu.
están minando alrededor para que la gente tiene miedo y se quiere salir porque los están movilizando. Það búið að setja jarðsprengjur í kringum landið á landamærunum svo að engi geti Y no pueden salir. Og ef fólk hrætt og vill fara, þá getur það ekki farið. Y mi punto aquí es la clase de Dios en la que nosotros creemos En þarna sjáum við hvernig Guð sem við trúum á. es impresionante. Hann ótrúlegur. ¿Tienes miedo? Ef þú ert hrættur, Pues aquí te quedas. þá verður að vera hér. ¿Tienes miedo? Vete. Nei, hann segir, ef þú ert hrættur, þá máttu fara. Ya encontraré la forma de atraerte. Nos dice el Antiguo Testamento que con cuerdas de amor nos va a atraer, ¿no? Af því að Drottinn hann laðar okkur til sín með kærleika. Y eso me llamó muchísimo la atención. Þetta kallaði athygli mína. Entonces, hay un grupo, ¿por qué le dice el Señor a Gedeón, los que tengan miedo que se vayan? Og okkur sagði Drottinn við Gideon, þeir sem eru hrættir, þeir verða að fara. El miedo es contagioso, Út af því að hræðslan, hún smitandi. ¿sí sabían? Vissuð þið það? El miedo es contagioso Þannig að ef maður er hrættur, þá getur það verið smitandi y peligroso. og hættulegt. ¿Alguna vez han visto o han tratado de salvar a alguien que se está ahogando? Hafið einhvern tíma farið að hjálpa einhverju sem að drukkna? Lo más peligroso de salvar a alguien que se está ahogando es que esa persona ha entrado en terror, está muriéndose de miedo, está en shock y te puede hundir a ti. Og það hættulegasta við mannesku sem að drukkna, sem komin í áfall, að hún geti dregið þig með sér niður. Entonces le dice, el Señor, los que tengan miedo que se vayan, se van. Drottinn segir, þið sem eru hrædd, þið megi fara og þeir fara. Quedan 10,000. Og þá eru bara 10,000 eftir. Y leemos en el versículo 4, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Og þá sagði Drottinn við Gideon, enn liðið of margt. Hazlos bajar al agua y ahí te los probaré, y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel del quien yo te diga, este no irá, ese no irá. Leið þú þá ofan til vatnsins og mun ég reyna þá þar fyrir þig. Sá sem ég þá segi við þig, þessi skal með þér fara, hann skal með þér fara. En hver sá ég segi við þig, þessi skal ekki vera með þér, hann skal ekki fara. E hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como la lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano en su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Leiddi Gideon þá liðið niður til vatnsins og Drottinn sagði við Gideon, öllum þeim sem lepja vatnið með tungu sinni eins og hundar gjöra, skalt þú skipa sér. Og sömuleiðis öllum þeim sem krjúpa á kné til þess að drekka úr lófa sínum þeir færa upp að munni sér, en þeir sem löftu vatnið voru 300 tölu, en allt hitt liðið kraup á kné til þess að drekka vatnið. ¿Ok? ¿Han visto, tal vez en algún documental o algo, Hafið þið séð kannski einhvers konar fræðslumynd? han visto a los animales en el mundo salvaje cuando se acercan a un río o a un lago a tomar agua, cómo lo hacen? Hafið þið tekið eftir hvernig dýrin sem eru svona villidýr drekka þegar þau koma að vatnsbóli? Entonces aquí tenemos, el Señor le dice, bueno, te quedan 10,000, todavía son muchos. Drottinn segir, þú ert núna með 10,000, þetta eru allt og margir. Óyeme, ¿no? Le dice, Heyrðu, vas a hacer 2 grupos, þetta verða 2 hópar. los que se acerquen al agua Þeir sem koma að vatninu y tomen el agua og drekka með höndinni, con sus manos, a esos vas a llevar. Y los que se acerquen al agua y se zambullan y se echen su fiesta allá adentro, y a esos no los vas a llevar. þannig að þeir sem að drekka með höndinni þess aftur að taka með hinni sem hoppa bara út í vatnið og eru að drekka þeir og leika sér,
þeir eiga ekki að fara með. Y eso es la manera en que yo me entiendo y me imagino que pasó, léanlo ustedes. Og þetta er það sem að ég skil, þið verða að lesa þetta sjálf. Un león, una gacela, se acerca al agua Þegar að ljón eða gasela koma að vatnsbóli, y se echa su chapuzón en el agua y se mete. No, ¿verdad? hlaupaði út í vatnið að leika sér? Nei, Están alertas. þeir eru vakandi fyrir því sem þeir eru að gera. Están alertas, están tomando agua, pero no pierden de vista su misión. En þeir eru ekki að tapa af því sem að þeir eru komin til að gera. Porque si se descuidan, Af því að ef þeir passa ekki upp á sig, ¿qué pasa? hvað gerist þá? ¡Pum! Viene un cocodrilo o algo Kemur y kannski krókódíll eða, se acabó. og þá er bara öllu lokið. Entonces había dos grupos. El grupo, si lean, les recomiendo también el capítulo 53 de Patriarcas y Profetas. Ef þið farið í ættveru spámenn, kapla 53, þá mæli ég með því að lesa þann. Había dos grupos. Un grupo Einn hópurinn que lo más importante era sem að hafði það sem það mikilvægasta í lífinu, satisfacer su necesidad. koma á móts við þarfir sínar. El enemigo está allá abajo, Óvinnurinn adelantito. framundan, Pero en el momento que la necesidad viene, en þegar að þörfin knýr dyra, lo más importante es satisfacer su necesidad. það mikilvægasta er að uppfylla þörfina. Pero hay un grupo de 300 En þarna eru 300 manns que satisfacen su necesidad, sem koma á móts við þörfina, pero no se olvidan en þeir gleyma ekki de la misión en la que están. það sem þeir eru að fara að gera. Entonces le dice, estos 300 son los que vas a llevar a la batalla. Þannig að Guð segir þessir 300 átt að taka með þér á vígvöllin. Hazme favor. Para 500,000. Ó nei, nú er bara frá Para pelear contra 500,000. 300 manns á móti halvri milljón. Ahora, si ustedes continúan leyendo, Ef þið haldið áfram að lesa, cuando tiene los 300 Gedeón, þegar að Gideon er komið með þessar 300, los divide en 3 grupos, þá skiptir hann þeim í 3 hópa, los pone en diferentes partes de flancos del enemigo, flancos, o sea, lados. Já, þá fara hópirnir svona sitt hverju megin við óvinnin Les da una trompeta a cada uno og hver og einn fær lúður y un jarrón de barro. og svona leirker. Y les dice, cuando yo dé la orden, Og þegar ég gef fyrir skipun, sagðan, tocan las trompetas todos, þá blásið þið í lúðurinn, rompen los jarrones brjótið leirkerinn y avanzan. og farið áfram. Y así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Og þannig gerði þeir þetta Los medianitas pensaron que og hvað gerðist? son miles, oyen las trompetas, se rompe el ruido de los jarrones que se vienen acercando, pues se echan a correr y nos dice la Biblia que hasta entre ellos mismos se mataron. Og þegar þeir heyra lúður hljóminn, óvinnurinn, Mídjan, og þegar að þessi ker eru brotin og þeir fara áfram, þá verða þeir svo hræddir að þeir halda að sé að koma stór her og þeir flýja og byrja svo að drepa hvern annan innbyrðis. Y finalmente les dice, por Jehová y por Gedeón ganarán la batalla. Og að lokum kemur fram að fyrir drottin og Gideon var baráttan unnin. Entonces tenemos tres tipos de personas en esta historia. Þannig að nú erum við komið 3 hópa af fólkis í þessari sögu. Los miedosos, Þeir sem eru hræddir que el Señor nos dice, si tienes miedo, vete. og sem Guð sagði, ertu hræddur, þá máttu fara. ¿Cuántos saben que tenemos una misión como iglesia? Hversu mörg ykkar viti að kirkjan með visst starf sem að hefur fengið Muy importante frá Guði. delante de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Hversu mörg ykkar vitum það? Y en su vida personal, ¿cuántos saben también que vienen momentos difíciles?
Og í persónulegu lífi ykkar, hversu mörg ykkar vitið að það getur átt sér stað erfiðleikar í lífi ykkar? No les voy a preguntar, de pedir que levanten su mano, pero yo me pregunto si alguien nos preguntara hoy a nosotros Ég ætla ekki að biðja ykkur að rétta upp hend núna, en ef einhver myndi tala við okkur í dag og spyrja okkur, y nos dijera, si tienes miedo, eða vete. segja við okkur, ef þú ert hræddur þá skaltu yfirgefa svæðið. Me pregunto cuántos nos iríamos, Hversu mörg ykkar myndum þá bara fara? incluido yo. De los que estamos aquí, ¿cuántos diríamos? Og þá ég að tala við sjálfa mig. 2/3 partes se fueron Allavega en la historia. 2/3 af þessum hópi yfirgaf svæðið. El segundo grupo En hópi nr. 2, son los inestables. þeir sem voru ekki alveg nógu stöðugir, Piensan en su necesidad. hugsa meira þeirra þörf. Y les voy a leer de Patriarcas y Profetas, lo voy a leer cortito para que para que lo puedas traducir. Já, ég bara frá Sjálóttan. Sí, Já, ég ætla að lesa upp úr Ættuður og spámenn varðandi þessa sögu í Biblíunni. el carácter se prueba muchas veces por los medios más sencillos. Dice. Lindisengunin oft prófuð á mjög einfaldan hátt. Los que en un momento de peligro se empeñan en suplir sus propias necesidades, Þeir sem eru í verulegri hættu en einblína á að uppfylla sínar eigin þarfir. y hablando de esta historia, dice, no eran hombres en los que se podría confiar Að þá var ekki hægt að treysta á þessa menn en una situación de emergencia. í slíkri stöðu sem að þarna var. El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes, Guð ekki með pláss fyrir þá sem eru indolentes. para los indolentes y para los que suelen satisfacerse a ellos mismos. En otras palabras, no tiene cabida para los que se ponen a ellos primero y a otros después. Já, það ekki pláss í starfi Guð sem þegar maður setur sjálfan sig fyrst og aðra í annarsæti. Ese es el segundo grupo que el Señor dijo, estos no los puedo llevar. Þetta var hópur nr. 2 sem að Guð sagði ég get ekki notað þetta fólk. Entonces vemos aquí dos grupos y el tercer grupo Og þriðji hópurinn, son los 300, obviamente, það þessi 300 sem að augljóst. que son los comprometidos, Þetta fólki sem að var búið að gefast algjörlega undir þetta sem þú voru að gera íntegros, og heilir. si ven los tres grupos. Sjáu þið þessa þrjá hópa? Ahora, también, no solo son tres grupos, sino también vemos el proceso. Þetta ekki bara 3 hópar, heldur sjáu við líka ferlið. Gedeón tuvo miedo, Gídeon var hræddur. es lo que yo pienso. Cuando lees el capítulo 6 y ves todo lo que pasa, Gedeón temió y dudó. Já, við lesum kaflan og sjáum við að Gídeon var bæði hræddur og hann var með efasemdir. Pero cuando llegó la prueba, En þegar hann sá sönnunargögnin, cuando el Señor le dijo, esto es lo que necesito, él Pero- mostró ser un hombre comprometido y de valor. Drottinn sá þetta það sem nauðsynlegt þá, þetta sem ég býð upp og þá varðan hugrakkur. Entonces también es un proceso. Þetta ferli. A veces tenemos miedo, a veces necesitamos pruebas. Stundum við hrædd og stundum þurfum við að fá sönnunargögn. ¿No es así? Það ekki? Pero el Señor nos quiere llevar En Drottinn vill fara með okkur a ese punto að þessu markmiði de cristianos íntegros, að við verðum kristnir comprometidos sem að við erum, ég veit ekki alveg hvernig að segja, committed. Já, og bara gefast þessu sem þeir eru búin að lofa að gera. El Señor está tratando de enseñarnos, estoy convencido, Drottinn en reyna að kenna jueces okkur 6, 7 y 8, í þessum kafla 6 og 8 í dómarabókinni. la clase de hombres que Él quiere formar, Fólki sem að hann vill móta. la clase que Él necesita para la batalla. Fólk sem að hann þarfnast fyrir baráttuna. Todos aquí, hace un momentito les pregunté y reconocimos que la misión
que tenemos delante es dura y difícil. Ég spurði ykkur áðan og við erum öll saman það að starfi sem við höfum og baráttan sem að við erum í mjög erfið. Como iglesia y individualmente. Bæði sem kirkja og sem einstaklingar. A día de hoy, ¿en qué proceso o en qué grupo estás? Þannig að í dag, hvar ert þú í þessu ferli og í hvaða hóp ert þú? ¿Tienes miedo, Ertu hræddur? incertidumbre? Ertu í óvissu? O tal vez, a día de hoy, ¿qué es lo más importante en tu vida? Eða hvað það mikilvægasta í þínu lífi í dag? ¿Tus necesidades? Það það sem þú þarft á að halda? ¿Qué le da valor a tu vida? Hvað það sem að gefur lífið þínu gildi? ¿Qué le da sentido a tu misión? Hvað gefur þínu starfi í lífinu gildi? A tu misión como cristiano, Sem kristinn, como padre, como ciudadano. sem foreldri eða borgari, ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? hvað gefur lífið þínu gildi? ¿Será que cuando llegue la necesidad, el momento de saciar tus necesidades, nos vamos a olvidar de la batalla que tenemos al frente como los 9.700? Ætli það sé þannig að þegar kemur að því að við þurfum að uppfylla þarfir okkar, að við einblínum þá meira á það heldur en á það sem að Guð vill að við séum að gera? ¿O vamos a satisfacer nuestras necesidades, por supuesto, Eða eigum við að uppfylla þarfir okkar að sjálfsögðu og sin perder de vista nuestra misión? án þess að missa sjónar af því sem að okkur ber að gera? Sabiendo que el que va a proveer Vitandi það að sá sem uppfyllir þarfir es quién? hver? Es el Señor. Drottinn. ¿No es así? Það ekki rétt? Al igual que a Gedeón, Bara rétt eins og Gideon, quizás en esta mañana el Señor nos está diciendo, að þá þennan morgun Drottinn að segja við okkur, tanto como congregación rétt eins og við sem söfnuður y como individuos, og sem einstaklingar, que no es por recursos humanos, þetta ekki út af því að mennirnir geta veitt okkur það, ni por recursos económicos, eða eitthvað fjárhagslegt geti uppfyllt eitthvað, sino es por la necesidad que tenemos de tener a Cristo con nosotros en það þessi nauðsyn að hafa Krist með okkur y en nosotros, og hið innra með okkur, lo que nos va a dar la victoria finalmente, sem mun gefa okkur sigurinn að lokum. tanto como congregación Bara rétt eins og við hérna við sem kirkja, como individualmente. eins og við sem einstaklingar. Van a venir momentos difíciles, Það munu koma erfiðir tímar. como quién quiere ser, Hvernig vilt þú vera? como los 22.000, Viltu vera eins og þessi 22.000 como los 9.700 eða þessi sem voru 9.700 o como los 300. eða eins og þessir 300? Muchos estamos en momentos de nuestras vidas en las que posiblemente estamos en el proceso de temor, incertidumbre, Mörg okkar einhverju ferli sem að gefur okkur ótta o estamos en un proceso en el que nuestra necesidad es tan grande eða við erum á stað þar sem að þörfin okkar svo stór og mikil que titubeamos, að við hikum. pero el Señor nos quiere llevar En Drottinn, hann vill fara með okkur a ser un Gedeón. og gera okkur að Gideon. ¿Cuántos
de ustedes quieren ser como Gedeón? Hver af ykkur vilja vera eins og Gídeon? Alcen su mano. Quiero ver cuántos. Jú. Amén. Y posiblemente estemos en un momento en que tal vez somos parte de esos 22,000 o de esos 9,700. Kannski erum við eins og þessi 22.000 eða þessi 9.000 Y a diferencia del mundo secular, og frammi fyrir þessum guðlösa heimi como vemos en las guerras que están pasando en este momento, eða eins og í stríðunum sem í gangi núna, el Señor no nos quiere destruir ni forzar. þá vil Guð ekki eyða okkur eða þvinga okkur heldur. Él quiere llevarnos en un proceso. Hann vil fara með okkur í gegnum ferlið Y si te quieres ir, vete, dice, og ef þú vilt fara, þá skaldu fara. pero te vas a perder. En þú ert eftir að Algo tapa, muy importante. ef þú ert að missa af einhverju mjög mikilvægu, Te vas a perder toda la bendición. þá myndu missa af allri blessuninni. Pero si te quieres ir, vete. A mí me dejó muy impresionado durante estos días que he estado preparando esto, Ég, que Él realmente dice, si te quieres ir, vete. mér finnst þetta mjög merkilegt þegar hann segir, ef þú vilt fara, þá máttu fara. Pero si te quedas, En ef þú ert hérna áfram, no te la vas a acabar como diríamos en México. það verður alveg ótrúleg reynsla fyrir þig. Entonces, todos aquellos que quieren ser como Gedeón, Allir þeir sem vilja parte de vera, esos 300, allir sem vilja vera svo Gídeon, þessir 300 sem voru þarna samankomnir, vamos a ponernos de pie skulum standa á fætur, y vamos a orar. skulum biðja saman. Querido Padre Celestial, Kæri Faðir á himnum, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra takk fyrir tækifæri fyrir að heyra þitt orð a través de leer, með því að lesa a través de escuchar, og hlusta de compartirla. og deila því með öðrum. Y Señor, tenemos que confesar que muchas veces tenemos miedo Drottin, við verum að viðurkenna stundum erum við hrætt y que muchas veces, a diferencia de Gedeón, te pedimos pruebas, pero para evitar hacer lo que nos pides. og stundum erum við hrætt að gera það sem þú biður okkur að gera. Tal vez hay algo que nos estás pidiendo que hagamos Kannski ert að biðja okkur eitthvað sem við ættum að gera o algo que nos estés pidiendo que dejemos de hacer. og eða eitthvað sem að þú ert að biðja okkur að hætta að gera. Te pedimos que como Gedeón Við biðjum til þín eins og Gídeon podamos tener la humildad de decirte, pero no puedo, og að við mættum hafa þessa auðmýkt eins og hann og geta sagt ég get þetta ekki, no puedo dejar de hacerlo, no puedo hacerlo. ég get ekki gert þetta, ég get ekki hætt að gera þetta. Y como Gedeón nos digas, pero yo voy a estar contigo. En Drottin segir við okkur, ég mun vera með þér. Señor, queremos pedirte y ponernos en tus manos y decirte que estamos dispuestos a ser parte de esos 300 Bið þig að hafa okkur í þinni hendi, við viljum vera hluti af þessum 300 y que en tu inmensa misericordia nos vayas formando. og að þú meiri miskunn þinni móta okkur. Tal vez algunos de nosotros, Señor, estamos tan acostumbrados a nuestra necesidad Kannski erum við vön að hafa einhverjar vilja uppfylla þarfir okkar que cuando llega la necesidad nos olvidamos de ti. og að þegar við gerum það þá gleymum við þér. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, Hjálpaðu okkur að vera trúföst, a ser hombres y mujeres de valor, de convicción, comprometidos. að við megum vera karlar og konur sem að höfum við samfæringu og erum trúföst. Te lo pedimos todo Við biðjum þess en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. í Jesú nafni. Amén. Amen. Que Dios los bendiga.
Já, takk hérlega fyrir þetta, Adrián. Og nú ætlum við að syngja sálmi númer 146, Ég mun brátt sjá augliti Jesú. Ætlar þú að vera með blessunarorðin? Dejé el micrófono allá, pero este funciona, ¿verdad? 3, 16 y 18. Segundo de Tesalonicenses 3, 16 y 18. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sjálfum drottin friðarins gefið friðin, ætíð á allan hátt, drottin sé með yður öllum, náðin drottins vors Jesú Krist sé með yður öllum. Amen. Amén.